Ég heiti Elsa Ég heiti Jonni og við erum sögukastið. Verið velkomin aftur. Gleðilegt ár. Gleðilegt ár, já. Röddin mín er smá farin. Já, búin að vera smá veikindi. Já, en ég verði í auka hluturski í dag þannig að þið þurfa ekki að Ekki að hafa miklar ágjör á Elsu. Ég mun vera að tala mest í þessum þætti. Þannig að reyna að láta mikið trufleikur. Já. Og ég held líka bara samt að ég og þú ættum bara að hætta að reyna að koma með eitthvað lofvörð. Já, það bara gengur veist ekki. Við erum bara hræðileg. Já, bara takk fyrir þólum með hana. Við erum að reyna okkur besta. Þetta er bara, við lifum ófyrirsjáanlegu lífi. Já, já, þetta er bara, við erum hætt að koma með lofvörð. Já, það er bara... Við erum með markmið. Við erum með markmið allavega eins mikið og við getum, þegar við getum. Og já, hvað verður það sem verður. Já. En annars bara, já. Já, aftur gleðilegt ár. Gleðilegt ár. Já. Það eru búin að vera 2024, 2025 og erum byrjað 2026. Já, það er dálítið gali. En þú veist, samt verðum við bara 2 ára í maí. Já, en samt. Við munum byrja 3. árið okkar. Já. Á þessu ári. Já. Við erum... Það er craziness. Það er craziness. Þú veist, þetta er búið að ganga... Upp og niður. Upp og niður. Við ætlum ekki að ljúga. Þetta er búið að vera skrítið oft og einmitt bara aðstæður í okkur lífi sem bara... Já, en hlustundum er skýtsamið þar, sko. Já, drill. Bara, já, okkur finnst það en það ógeðslega gaman að gera þetta. Já. Það er það sem skiptir mest máli, viss mér. En út af því að nýtt ár, ákvað ég að byrja með hlut aftur. Því að mannstu, við vorum alltaf með hluti, en við erum ekki búin að hætta því. Já, við vorum með eitthvað spurningar, en síðan einhvern veginn vorum við búin að spurja svo mikið og þetta var bara svona... Já, algjörlega. Og þetta var meira svona til að byrja með þannig að fólk myndi kynnast okkur aðeins betur. Já. En ég er í rauninni með leik, þannig séð. Okay. Út af því að þetta er ekki nógu mikið til að ég geti talað um þetta að einhverju, þú veist, að þetta verði heil þáttur. Okay. Þannig að, en mér fannst þetta bara áhugavert og mér langaði að gera svona aðeins meir úr þessu. Ekki málið. Hvað með leikinn? Sem sagt. Let's get ready to rumble. Ekki, nei, ok. Jú. Alltaf. Allavega. Mér fannst rosa skemmtilegt þegar ég rakst á það hvað það hafa verið mörg viðurnefni á konungum eða leiðtogum í gegnum tíðina. Þar sem þeir hafa fengið skemmtileg viðurnefni sem eru mjög fyndin oft. Já. En oft eru bara augljósir svo Catherine the Great og... Akkurat, þú veist, Katrín Mikla, Alexander Mikli, Vlad Stjaksetjari, eins og... Vlad the Impaler. Já, þannig að þetta hefur bara verið mjög oft gert í gegnum tíðina. Já, Lúi XIV og Hvaðsvölei. Já, einmitt. Sólkonungurinn. Einmitt, og það eru mjög flott nefn. En síðan eru líka mjög fárlega. Já, þau eru oft bresk, sant? Og mjög oft bresk, en það er ekki öll bresk, nefnilega. Nei. En sem sagt, ég ákvað að koma með nokkur nöfn. Já. Og ég ákvað að setja upp lista, sem sagt, af nöfnum. En það er upp á því komið að... Er þetta alltaf konungsfólk sem ég þekki? Nei. Vá. En þú ert að giska hvort þetta sé rétt. Eða eitthvað sem ég bjóð til. Ok. Og það eru stuttar lýsingar á hverjum einu. Stuttar, hvað 7 blaðsjör? Já, 7 blaðsjör, fyrir hvern. Allavega, ertu tilbúin? Eins tilbúin og ég get orðið held ég, sko. Ég elska orkuna frá þér. Allavega. Bara ég slöpp og bara búin að vera röddin farin og þú bara eitthvað... Hefjum leik, bara myndið það ekki það? Nei, en ég ætla samt bara að henda þér í þetta. Já, það er nýtt ár, ok? Já, ég held kannski allan að þetta væri eitthvað konungsfólk sem ég þekkti en kannski væri ekki með viðnefnið alveg á hreinu og þú bara, nei. Það er möguleikur, skilur. En ég... Bara okkar líka áhuga svið er ekki það sama. Já, en þetta er bara
allstaðar frá. Er þetta allstaðar frá? Já, þetta Ok. allstaðar frá Og á öllum tímabilum? öllum tímabilum. Ok, af því þú ert vanalega svona aðeins fyrr, Ég veit, en þetta voru öllum tímabilum. svona miðaldir og þannig að ég er seinna. Jú, þetta er bara út um allt. Ok, Fyrsti er Farmer George. já, Eða ég veit, Georg bóndi. ég veit hvað það er. Veistu hvað það er? Já, Já, ok. Já, það var svona fyrsti sem við dætti að þú það gæti er vita. Mad George, Já, einmitt. sem að kannski flest ekki í Queen Charlotte Bridgerton. Já, akkurat, ég skrifaði það niður. Georg III frá Englandi. Já, Tapaði frelsistri í Bandaríkjana og var veikur að geði sendilega æfisinnar. En hann hafði mjög mikinn áhuga á landbúnaði, þess vegna fekk hann þetta viðnefni. já, Farmer George, hann hafði mjög mikið áhuga og það var svona hans safe Já, space. ok, næsti. Piero il Gatto. Sem sagt, Piero þvagsýru gigtarveiki. Það hljómar eins og eitthvað sem var rétt. Það var allir að deyja úr gát. Já, þetta er hann Piero de Medici, sem sagt pappi Lorenzo de Medici, sem var þekktur sem Il Magnifico, eða mikilfenglegi. Já, Hann var sem sagt allan betra með viðnefni heldur en þvagsjörugigtin. Já, nefnilega. En sem sagt, hann var þekktur sem þvagsjörugigtarveiki út af því að hann var það oft með þvagsjörugikt Já, og það mikið og slæmt að það þurfti að bera hann á stól. já. Þetta var mjög algengt. Já, þetta er í rauninni bara út af því að þið borða ekki nóg mikið grammiti. Já, þetta er, á ensku er þetta gát. Já, þannig að er þetta, Ég held að þetta sé satt. þetta er satt. Já. Já. Eins og Valdimar, þannig að því hún spila alias. Rétt hjá þér. Rétt hjá þér. Já, hann tengdapabbi er mjög fyndinn í alias. Og það er alltaf, ef hann var að lýsa og ég gæti orðið þá alltaf, rétt hjá þér. Rétt hjá þér. Ok. Já, gerði líka í quiz. Já, gerði líka quiz. Allana. James the Beschitten eða James Áskitni. Nei, það hljómar rosa mikið eins og þinn húmor. Ok. Ég ætla bara að gefa lýsinguna sem ég sagt annarkvort Þetta er rosa mikið þinn húmor. sem ég skrifaði upp eða bjó til. Hann er frá 17. öld, James annar af Englandi. Hann var rekinn á landi vegna óvinselda Írlandi sem var hliðholt honum. Nei, hann var rekinn til Írlands Já, sem var hliðholt honum. það er satt. Já, reyndi að taka aftur yfir en tapað og flúði til Frakklands. Írani byrjaði að kalla hann þetta út af því að hann flúði. Sem sagt James the Shit eða Seamus an Shaka. Afsakið Írar, ég kann ekki alveg tungum með það. Þetta var allt rétt nema viðnefni. Viðnefnið var rétt. Ha? Viðnefnið Er er rétt. það? Já, hann er kallaður James the Beschitten. Ok. Sem er gegn. Þetta er bara svo mikið, svona podcastum sem þú hlustar á YouTube vinniðinir Ég veit. sem ég tengi ekki við. Nei. En já, ég fann þetta bara á einhverju lista. Ok. Mjög stóð mjög. Á YouTube. Nei. Hvað er með það? Vladislav the Slave King eða Rex Servorum. Já, Vladislav þrælakonungur. Og eftir að Trajanus dó 117 eftir Krist að þá sáu slavneski þrælar tækifæri á að sleppa undan haldi Rómaveldis. Þeir gerðu það. Rjómaveldis. Já, Rómaveldis. Þú sagði Rjómaveldis. Sagði Rómaveldis. Já. Ok, fyrir ekki, Rómaveldis. Þeir gerðu það með hann Vladislav í farabróti. Rómverjanir reynda að sverta mannorðans með þessu nafni en hann er þekktur sem Vladislav hinn frjálsi í slavneskum löndum. Þetta er of gamalt fyrir mig og of ekki mitt svæði þannig ég hef ekki hugmynd. Þú voru gíska? Ránt. Já, þetta er ósatt, ég bjóði þetta allt til. Já. Djöfullinn. Ég held ég myndi náði með þessu. Er það? Já. Ég heiti ógislega miklu tíma er þetta fyrir upp eitthvað. Ég minnst að þýtti þetta yfir latinu, skilur. Óþólandi. Getur svo svara. Ertu ángurinn fyrrar út í mig fyrir að ná þessu? Já. Allavega. Höldum áfram. Ethelred the Unready sem var þýtt yfir íslensku sem aðalráður ráðlausi. Það hljómar eins og eitthvað sem getur verið.
1002. Oh my god. Ég sagði þetta út allt. Já, ég veit að þú er bara þetta er svo leiðileg tímabil. Já, og hvað? Já, það er kannski sumum sem finnst það áhugavert, Já, já. eins og mér. Okay. Hann er frægur fyrir að hafa skipað hermönnum sínum að slátra öllum dönskum innflytjendum. Eftir að hafa stýrt landinu illa og vegna slæmra ráða að þá fékk hann þetta nafn 150 árum eftir dauða sinn. Er þetta rétt? Er þetta eitthvað smísmann? Ég held þetta sé eitthvað sem þú komst með að því þú varst undir áhrifum Thors í Ghosts. Ég skil hvert þú ert að fara með þetta, en þetta er satt. Ok. Næsti er Louis the Universal Spider eða Alheims köngulóin Lúðvík. Þetta er á 15. öld. Lúðvík 11. af Frakklandi var þekktur fyrir ráðabrugg og njósnakerfi sem náði yfir alla Evrópu. Líka vegna þess að hann setti upp póstþjónustu Frakklands sem leiddi út frá París eins og kóngulóarvefur. Ég segi já. Og það er rétt í þér. Þetta er einn af þeim fáu sem ég hafði heyrt áður. Ég hafði reyndar ekki heyrt. Ég hafði heyrt að það var konungur sem bjóti póstkerfið en ekki. Já, maður kallaði þetta. Já. John the Baby Maker eða Jón barnaframleiðandi sem er besta þing sem ég fann. Ég fæ klínir í tær sko. Já. Þetta er sem sagt 15. 16. öld. Já. Var hertoginn í Klíf. Hann fekk þetta viðurnefni því hann átti 63 óskilgjendi börn áður en hann gifti sig 31 árs. Ég held þetta sé satt. Og það er rétt í þér. Mér finnst þess að ég hef heyrt hann. Já, þetta er eitt af frægari viðurnefnum sko. Athelstan the Glutton eða Aðalsteinn Átvagl eins og hann var þýddur yfir íslensku. Hann er á 11. öld, var hertogi í Devon í Suður-Englandi. Hann var næstur í röðin að vera kóngur Englands. Hann fekk þetta nafn fyrir sína miklu list á mat og átti það til að halda áfram að borða mun lengur en allir aðrir í hirðinni. Þetta er ósatt. Vel gert. Tjöfull. Ég næði þér aldrei. Veistu hvað klikkaðar á? Hvað? Að hann var borðandi lengur heldur en allir aðrir í hirðinni en það mátti ekki. Þú þurftir að vera við borðið og þurftir að þykjast í rauninu vera að borða jafn lengi á konungurinn. Það er eitthvað sem ég veist ekki. Þess vegna eins og ef að konungurinn hefði kannski bara tekið 2 bita á staðu upp farið. Já, þurfti allir að gera. Já. Þú sast og borðar. Eins lengi og konungur. Já. Áhugavert. Eitthvað sem ég veist ekki. Það er alltaf gaman. Ég elska hvað svona ósáttur að ég næði þér. Já, ok, seinasta. Já. Hugh wearing a cape eða Hugi er í skikkju. 10. öld. Þetta er nafni sem var gefið Huga Frakklandskonungs afkomanda Karla Magnúsar. Hugo. Já, og er þetta rétt, er þetta ósatt? Það er engin lýsing samt. Já, þetta var eina lýsingi sem fannst mér unni, það er ekkert mikið til hann. Gerði ekki mikið. Samt greinlega með viðnefni. Eins og segi, þetta er ekkert frábært viðnefni sko, það að hann sé í skikkju. Já, ég veit það. Þegar mjög margir aðri gera það. Ég veit það, en af hverju að vera með viðnefni ef það er svo ekki til mikið hann. Af hverju að skrá niður viðnefni. Já. Þess vegna held ég smá þessi lígi hjá þér. Þetta er satt. Ok. Nafnið Capet sem hann þekkti sem er líklega frá skikkjunni sem hann var þekktur fyrir að veri. Já, það er samt sem að Louis 16. var og hann síðan hétt Louis Capet. Ég veit, það kemur frá honum og það er út af því að hann var í skikkju. Þetta er mjög fáránlegt en þetta er bara viðnefni sem var að ættanafni. Já. Þetta er mjög áhugavert. Já, þetta varst í rauninni þrátt fyrir að þeir séu að bókmann ættinni að þá þegar þau voru svift titlanum sínum í frönsku byltingunni þá var sett Capet. Já, akkurat. En allan að þetta var minn litli leikur. Já. Og ég vann. Þú vannst, já. Óþolandi. Vona ykkur að kannski lærst eitthvað. Já, þetta eins og segi, þetta er gaman að fara yfir þetta en þetta er ekki nóg mikið heilt mál þannig að hvað komið með þetta. Ég elska samt að þú greinlega lagði þig fram við að koma með legar og ég náðu spottar eittir út bingo. Já,
Þú ert mjög sátt með sjálfa þig. Já, það heyrist. En vindum okkur að þessu. Já. Í dag, kæru hlustendur, erum við stödd í Frakklandi í seinni hluta fyrir heimsstyrjaldarinnar og kona stendur fyrir framan vopna franska hermenn rétt fyrir utan París. Ásökuð að hafa njósna fyrir þjóðverðina. Hún neitar að vera með bundi fyrir augun og að vera bundin hendur. Hún stendur að horfa á böðla sína sem eitt sinn dáðu hana en nú hata. Hún skotin til bana og illa farin með líki hennar. Þetta eru örlögin hennar Mata Hari, einn allræmdasti njósnari mannkynssögunar. En var hún svona slæm? Var hún þessi illræmda femme fatale eða var hún notuð sem blórabökull að hálfu franska hersins? Þetta er samt ekki svona fyrsta, þetta er ekki fyrsta umdelda konan sem þú tekur fyrir í þessu hlaðvarpi. Ó nei, alls ekki. Mér finnst mjög gaman að taka umdelda konur og umdelda kalla líka. Ég er bara óháð. Margareta Geertruida Zelle, afsakið hollendingar, fæddist í Leeuwarden 7. ágúst 1876. Hún var elsta dóttir velstæðra foreldra Adam og Antje Zelle. Hann var vinsæll hattagerðamaður í Leeuwarden og nutu þau sín mjög vel í efri stéttinni. Þetta endist ekki lengi því miður. Vinsældir Adams sem hattagerðamanni dvínuðu með tímanum. Ofan á það að þá tapaði hann á olíufjárfestingum. Þegar Margareta var aðeins 12 ára þá lýsti faðir hennar yfir gjaldþroti. Hann flutti til Haag til bróður síns en Margareta varð eftir í Leeuwarden í lítill íbúð, kramin með móður sinni og bræðrum. Ekki löngu eftir þetta þá skildu þau hjónin. Mjög skiljanlegt. Hún Margareta er með mjög sjálfsörgan og opinn karakter sem hún erði frá föður sínum. Hann var nefnilega kallaður baróninn og lifði mjög skrautlega. Ég skil. Hún Margareta gerði það sama á faðir hennar. Við komum aðeins betur að því og hvernig seinna. Hún hafði lært að spila á píanó, var í dansi og var búin að læra smá frönsku. Hins vegar upp úr skilnaði foreldra hennar að þá fór skólaferillin hennar að dvína. Enganir hennar fóru versnandi með árunum og þegar móðir hennar dó aðeins 49 ára úr berklum þá hætti hún einfallega í skóla. Margareta var 15 ára á þessum tíma. Ég held að hann hafði ekki valum annað. Nei, það er mjög líklegt. Það kom aldrei fram að hún þurfti að hjálpa til en það er bara sagt að hún ákvað að hætta. Var hún ekki átti hún ekki bara bræður? Hún var elsta systirin, hún átti eina systirin 2 bræður, minnum mig. Já, en þá er hún sann elst. Hún er elst, já. Já, þetta er heimilega á hana. Nefnilega. Þannig að, en eins og segi, það var aldrei skrifað þannig. En já, Margareta var 15 ára á þessum tíma og var send til frænku og frænda síns án hinna systkinanna. Ok. Frænkan og frændi senda hann í skóla til að gerast leikskólakennari, en það endist ekki lengi. Hún er rekin úr skólanum. Sögusagnir segja að það sé út af því að það komst upp að hún hafi verið að sofa hjá rektornum. Þetta hefur aldrei verið staðfest, þannig að ég veit ekki, en Hver veit? Þegar hún er 18 ára þá er hún staðráðin í að koma sér á betri stað í lífinu. Hún er ævintýragjörn og er ekki hrædd við að taka áhættur. Hún sér auglýsingu í blaðinu þar sem hermaður sem er í tímabundu leyfi frá stöðu sinni í hollensku Austur-Indíunum er að leita sér að konu til að giftast. Ég hvað það var auðvelt einu sinni. Já, rosalega. Hún sendir honum tælandi mynd af sér og þau sem byrja að hittast. Þetta var kapteinn Rudolf McLeod, veit ekki alveg hvernig að bera það fram, þekktur sem John, hermaður í hollenska Já. Hét hann Rudolf en þekktur sem John? Já. Ok, ekki málið, ég ætla að bara vera viss að ég heyri þetta rétt. Já, einmitt. Það myndi mig líka á þegar vorum að tala við nokkur út í París. Já. Þegar í indverskum heiminu þá er fólk með eitt nafn, bara venjulegt nafn sem við fæðist með, en síðan eru þekkt sem eitthvað allt annað. Já. Ógeðslega fyndið, en allavega. En já, þessi John
eins og hann er þekktur, í hollenska nýlenduhernum. Sköllóttur með yfirvöraskegg og aðeins 21 ára eldri en Margarita okkar. Þetta byrjaði allt mjög vel og þau voru mjög skotin ykkur þau og trúlóðast aðeins 6 dögum eftir að þau hittast og giftu sig síðan árið setna 11. júlí 1895 þegar hún er 19 ára og hann er 40. Ok, 11. júlí, það er sant þá degi eftir að við ætlum að gifta okkur. Woohoo. Þegar hún er síðan nýbúin að eigna son þeirra, hann Norman John, þá flytja þau til Java í hollensku Austur-Indíunum 1. maí 1897 og hann sem sagt fer aftur að vinna þar í hernum. En Java er í Indonésiu, sem sagt þá sem er ekki alveg. Þar eru þau með stórt hús með þernur og þjóna og stuttu seinna bætist við dóttir, hún Louise Jeanne, sem var alltaf kölluð Nonni. Það mengur meira senseldur en að heita Rudolf og vera kallaði John. Já, 100% sko. Þetta var svo langt frá því að vera draumalíf hjá þeim. Hann var mjög drykkveldur og mjög skapstór. Hann fór ekki vel með hana. Hann var vanur að skipa fyrir og ætlaðist til að hún Margarita fylgdi skipunum. Hún Margarita okkar var ekki á sama máli og líf hennar sem hlýðin eiginkona var ekki eitthvað sem hún ætlaði sér að framfylgja. Hún er ekki mikið fyrir heimilislífið og skín helst í partíum og samkomum. Hún fékk nefnilega mikla athygli frá hinum hermönnunum sem hún naut mikið. Henni fannst gaman að daðra og fór það sérstaklega illa í Rudolf. Henni var sama hvað honum fannst, hún var hrókur alls fagnar og naut þessi botn. Ég skil. Hún meira að segja tók þátt í söngleik sem fekk góða dóma. Þetta samt vindur upp á sig því að hann Rudolf smánar hana í almenningi og segir að hún sé yfirborðskennd og heimsk. Þetta er allt rosalega gott hjá þeim hana. Já, allt rosa heilbrigt. Rosa. Hann Rudolf fer síðan á eftirlaun eftir að hann verður major. Major? Já, þetta er kallað major á íslensku. Okay. Hann flyttu þau í afskekkt þorp sem hún Margarita okkar er ekki sátt með. Hún verður mjög óhamingjusöm þar. Það sem bætir gráofn og svart er að börnin verða alvarlega veik. Það var orðrómur að barnfóstran var að eitra fyrir börnunum sem endaði með því að Norman John deyr 2,5 árs 1899. Og meinar. Það sem ég líklega hafi gerst er að hann hafi dáið út af læknismeðferðinni sem hann fekk. Bara blæðing. Nei, hann Rudolf var nefnilega að sofa hjá einum af þessum konum og var með sífilis áður en þau kynnast. Já. Sem hann síðan smitaði Margarita af. Ég skil. Hún hefur smitað börnin í barnsburði og hann Norman John hefur líklega dáið úr kvikasilfurseitrun. Kvikasilfur var notað gegn sífilis á þessum tíma nefnilega. Hún var sem sagt þekkt meðal. Ok. Hún Nonni lifir þetta af. Þau hjónin eru niðurbrotin yfir missin. 1902 flytja þau aftur til Holland og nokkrum mánuðum síðar skilja þau. Hún fær forræði yfir Nonni en Rudolf neitar að borga meðlag. Hún er komin í erfiða stöðu. Hún getur ekki séð Nonni án stuðnings. Hún vildi aldrei aftur fara til Rudolfs þar sem hann var, eins og hún sagði, klikkaður og fór mjög illa með hana. Í einu bréfi að þá gefur hún lýsingu á einu atvikinu. Ég get aðeins sagt þér frá því að út af ástri og brjálæði drap hann mig næstu því með brauðhníf einn sunnudags eftirmiddag. Ég er á lífi þökk sér stóls sem datt og gaf mér tækifæri til að sleppa og kalla á hjálp. Já, meinar. Þetta skrifa hún í nóvember 1903. Hún getur ekki verið með Nonni út á götu þannig að hún skilur hana eftir hjá Rudolf. Hún reyndi að fá eftir forræði við Nonni en hvorki lögfræðingurinn hennar né dómarinn gátu hjálpa henni þar sem hún hefur ekki efna á því. Já. Og einmitt, Rudolf neitar að borga meðlag og er æðisleg mannskja allt í kring. Og einmitt, samkvæmt lögunum á þessum tíma en þá er ekki hægt að fá meðlag frá ykkurum sem hefur þjónað í hollenska hernum. Ha? Já. Ok. Það er lagalega ekki hægt að kræfast þess. Það er galið.
Ég ætla rétt að vona að þessi búið að breyta þessu í dag en já, maður veit aldrei. Hún var orðin þreytt á þessu og komin á þann stað að hún ætlaði ekki lengur að vera decent, eins og hún skrifaði, fyrir Rudolf og ætlaði að fara í fyrirsætuna. Hún sagði þetta: ég þreytt á því að berjast fyrir lífinu og mér langar að gera einn af tveimur hlutum. Að vera með nonni og vera góð móðir eða að lifa eins vel og mér hefur verið boðið. Eins og ég segi, hún fekk athygli frá öðrum mönnum. 1903 fer hún fyrst til Parísar. Hún ætlar að reyna að búa sér til líf svo að hún geti fengið nonni tilbaka frá Rudolf. Hún kennir píanó og þýsku en líka að vinna sem félagi og módel. Ég held að félagi þýðir það hún sé escort, eins og ég kalla á ensku. Fylgdarkona, já. Við erum í rauninni ekkert með neitt. Það er bara fylgdarkona. Er það bara fylgdarkona? Já. Þú veist, í rauninni bara eitthvað sem ég keypt til þess að vera með einhverjum í partíi sem kæðast í rauninni. Fylgdarkona. Já. Það er íslenska heitið á escort. Já. Hún lifir ekki vel á þessu og flytur aftur til Hollands. Hún er örvæntingafull og blöng. Hún neyðist til þess að selja sig. Það er alveg komið á þann stað. Já. Restina fjölskyldarinnar slíti öllu sambandi við hana og hún flytur aftur til Parísar í júní 1904. Hún ákveður að nota útlitið sitt sér til hagsmuna. Hún býr til erotíska indverska hófdansa. Já. Þetta er framandi og dularfullt og Parísarbúa fá ekki nóg. Þetta er náttúrulega endin í rauninni á Belle-Époque. Nefnilega. Það sem allt er svona nýtt og frjálslegt og... Já, nefnilega. Og ég skrifaði þetta ekki, en þannig að mætti segja að hún er svona pínu brautriðandi sem gefur Josephine Baker í rauninni svona sitt svið. 13. mars 1905 fær hún stóra tækifærið. Hún fær að sýna í Musée Guimet, þar sem öll Parísar-elitan kemur að sjá hana. Hún kemur fram undir nafninu Mata Hari, sem kemur frá malasísku og þýðir auga dagsins. Hún dansar sinn indverska hófdans og fólk er vitlaust í hana. Dagblöðin lofsyngja hana hvert á fætur öðru, kallandi sýninguna djarfa, spennandi, alger nýjung og listræn. Þau kalla hana sjarmerandi og fallega konu. Það leið ekki á löngu áður en frægð hennar fór út fyrir landamæri Frakklands. Hún fyrir síðan að sýna í frægustu leikhúsum Evrópu. Hún sýnir í Olympia í París, Scala í Mílano og óperun í Monte Carlo. Þetta er hvernig ferillinn hennar byrjar. Með meira peningaflæði að þá lætur hún búa til búninga sem verða svona hennar einkennismerki. Og þegar ég segi búninga þá er ég að meina frekar skartgripi og kórunur. Já. Og þegar ég segi skartgripi og kórunur að þá er það sem sagt brjóstarahaldari úr málm, skreyttum með geimstönnum og höfufatt sem er líka úr málm sem er með eins konar eyrnahlífum skreyttum með geimstönnum. Þið munu geta séð þetta sem sagt á myndum af henni á Instagram. Þetta bar hún með gegnsæju slöri eða laki og einmitt það var skrifað sem sagt að hún vildi ekki sína brjóstin sín en hún hefði ekkert mótið að sína rassin sín. Já. Fyndi, ég meina, hún hefur sín prinsip. Upp á sitt besta að þá voru hún að fá 10.000 franka fyrir hverja sýningu. Þetta er næstu því 5,5 milljón í íslenskum í dag. Fyrir hverja sýningu? Pældi því. Hún getur tekið nokkra sýningar í viku. Einmitt. Hún verður svo fræg að nafni hennar er notað á áfengi, sígarettum og fleira. Þetta minnir á Josephine Baker. Já, það minnir mjög á Josephine Baker. 1907 að það voru orðin milljónamæringur. En það endist ekki lengi þar sem hún eyddi jafn hratt og hún fekk peningin inn. Já, en eyddi ekki að sækja krakkan sinn. Nei, út af því í rauninni það sem hún var að vinna við var ekki við hæfi í rauninni. Nei. Og því að þetta var ekki bara sýningar. Já, ég skil. Hún verður merki glæsileika og þokka. Hún kemur fram í tímaritum og satt með þess að fyrir í Vogue. Hvert sem hún fór að þá hafði hún elskhuga. Þetta er svona innan gæsilappa.
og það er einmitt aðalástæðan fyrir því að Nonni var ekki Já. með. Hún elskaði að daðra og menn elskuði að daðra við hana. Hún vildi freka menn úr efri stéttum og háttsetta hermenn. Þrátt fyrir hennar velgengni sem dansari að þá borguði elskuði hennar fyrir lífstilin hennar frá 1908 til 1912. Sem er aldrei gali. Það er það. Stærstu greiðslunar til hennar voru meðal annars bankamæðurinn Rousseau og hann leigir höll og síðan villu fyrir hana með fullu staffi, hestögnum og hestum til reiðar. Það kom ekki fram í hversu langa tíma en fyrst að það er bæði höll og villa Já, það geta verið. alveg í þónokkur langa Já. tíma. Annar elskugi gaf henni 300.000 Reichsmark sem gjöf þegar hann kvatt hana. Já, sem er þýskur gjaldmiðl. Já, var sem þýski gjaldmiðlun þessum tíma. Já. Þetta eru 133,5 milljón í íslenskum í dag. Oh my god. Bara til að segja bæði við hana. Þannig já. Allt var í blóma hjá okkar konu. Þangað til að erkihertogi Frans Ferdinand er myrtur af Gavrilo Princip í Sarajevo 1914. Þá lýsti Þýskalandi yfir stríði við Frakland og fyrir heimsstyrjöldin byrjaði. Þetta er mjög stutt yfirferð á byrjun fyrstu heimsstyrjaldarinnar en Bara stiklar og stóru. stikla á mjög stóru. Þá var ekki lengur mögulegt fyrir Margarítu okkar að sína eins og áður og hún þarf að reiða sig á elskuga sína fyrir pening. Þegar fyrir heimsstyrjöldin byrjaði þá er Margaríta í Berlín sem kemur sér ekki vel fyrir hana því hún er skráð sem franskur ríkisborgari óvinnur Þýskalands. Já. Þýski bankinn fristir eignir hennar og Þjóðverjarnir leggja hald á allar eigur hennar og þá sérstaklega á pelsana hennar sem hún er mjög ósátt við. Skil það. Hún fer annað og hvert sem hún fer að þá fekk hún athygli frá karlkynnu. Meira segja frá þeim sem hún vildi ekki sérstaklega myndi veita henni athygli. Því að eiginlega strax og stríði brjóst út að þá voru franska, breska og þýska leyniþjónustunar að fylgjast með henni. Þar sem hún var hollensku ríkisborgari líka, sem var hlutlaus í fyrri heimsstyrjöldinni, að þá gat hún farið hvert sem er án þess að það yrði einhvers konar vandamál. Já. Ofan á það að hafði hún oft verið með háttsettum mönnum frá öllum löndum. Þannig að það gerir hana ákveði skotmark fyrir leyniþjónustunar sem mögulegur njósnari. Já. Hún fer aftur til Parísar til að reyna að koma sýningaferlinum hennar aftur á stað en það gekk ekki þar sem hún er fertug og aðrir yngri dansarar voru búin að hasla sér völl á hennar markaði. Hún er alltaf búin að minnka við sig og já, Já. hún er bara ekki jafn spennandi og hún var. Nei. Hún fer þá aftur til Haag og 1. maíkvöld 1916 fær hún heimsókn frá þýska konsúlnum Kramer. Hann vill fá hana til þess að njósna fyrir Þýskaland. Þar sem hún er listamaður sem ferðast að þá kemast hún inn á mörgum stöðum. Hún er bara alveg eins og Josephine Baker gerði. Coco Chanel. Já. Hann býður henni 20.000 franka sem er 7,5 milljón íslenskar í dag. Hún er ekki sáttu upp að hennar en tekur við því þar sem hún horfði á þetta sem sárabætur fyrir allt sem Þjóðverjarnir tóku frá henni. Hún fær viðurnefnið H21 og starfa sem njósnari samkvæmt þýska hernum. Já. Hún ætlaði sér enga veginn að njósna fyrir Þjóðverjana. Hún snýr síðan aftur til Parísar og hefur á ný glæsilega lífstílinn sinn. Það eru samt ekki bara elskur hennar sem eru spenntar að sjá hana. Hún vissi ekki af því en franska leyniþjónustan var grannt að fylgjast með henni til að reyna að ná henni fyrir starfsemi í þágu Þýskalands. Þegar hún er í París að þá hittir hún rússneskan kafteinn að nafni Vladimir de Maslov sem hún verið mjög skotin í. Hún vil endilega hitta hann en eina leiðin til þess að hitta hann er að fara til Vittel sem er í Austur-Fraklandi nálægt Víglíninni. Já, sem vatnaði frá. Já, en þar sem að þetta er svo nálægt Víglíninni að þá þyrfti hún að fá sérstakt leyfi til þess að ferðast þangað. Og í Vittel er eitthvað svona heilsuspa
og þau ákveða að hittast þar í rauninni. Ok. Einn elskuði hennar bendir henni á að fara í innflytjendastofnun sem hún og gerir. Það er samt í sömu byggingu og franska leyniþjónustan er í. Hún endar á skrifstofu kafteins Ladou. Hann hafði fengið fregnir frá bresku leyniþjónustinni sem hefði verið að elta hana í mánuð og að hann ætti ekki að treysta Margarítu. Hann er að komast í mjúkin hjá henni og gefur henni faraleyfið. Þó svo að það hefur ekkert komið frá rannsóknum bresku nýja frönsku leyniþjónustunum að þá er hann sannfærður að hún sé að njósna fyrir Þjóðverjana. Hann ákveður að nota þetta til þess að ná henni í verki. Þess að nappa henni á meðan hún er að framkvæma sínar illu gjörðir. Þetta er samkvæmt einni heimild. Núna er nefnilega komin í smá erfiðankafla út af því að það eru mismunandi heimildir að segja mismunandi leiti. Komin í smá flækju. Já, út af því að þetta er ekki allt staðfest. Nei. Það er önnur heimild sem segir hreinlega að hún hafi bara verið ráðin sem njósnari fyrir frakkana á þessum fund og það hafi ekkert verið að reyna gabbana eða leggja fyrir henni gildur eins og er sagt í hinni heimildinni. Sko persónlega að þá held ég að þessi gildur og þessi tilbúningur ofin út frá því hvernig almenningur hefur séð hana og hvernig hún hefur verið túlkuð í gegnum tíðina. Já, það getur verið. Það er mitt persónulega mat, ég er ekki að segja að þetta sé satt, Nei. hvernig ég hugsa þetta, en já, miðað við allt sem ég hef, þá finnst mér frekar líklegt að þetta hafi verið misskilningur og hún hafi rauninni bara verið ráðin. Já. Allavega. Ég mun hérna frá að tala út frá því að hún hafi verið ráðin án þess að hafi verið reyna að gapa hana. Ok. Ég veit þetta er rauglingslegt en hennar ég veit bara rosalega rauglingslegt. Já. Eftir hún kemur frá Vittel þá er hún send til Belgíu. Ladou vildi einmitt að hún nýtti sér tengslin sín til að komast að leyndamálum hjá Þjóðverjunum. Hún ætlaði sér að komast í mjúkin hjá aðalnum en það gengur ekki upp fyrir störa. Hún endar í Madrid og kemst í mjúkin hjá Major Kalle í þýska hernum. Hún gefur honum einhverjar upplýsingar franska herinn. Ég hef ekki enn þá fengið staðfesting á hvað það er sem hún sagði og ég finn það hvergi. Nei, það er mjög erfitt að reyna að sanna það. Nefnilega. Hún gerði þetta svo að hann myndi gefa henni einhverjar upplýsingar í staðinn sem hún og fær. Hún sendir það áfram til Ladou, bæði með því að hitta Den Vigne ofursta, sem ég veit ekki alveg hvernig að bera fram. Ég veit að við tölum fransku, en þetta er eitt af þessum fáralegu nöfnum. Já, ég skil. Og sem sagt hún sagði þessum De Vigne ofursta hvað Kalle hefði sagt henni. En hún sendi líka bréf til Ladou. Ok. Og það var ekki neitt dulkóði þar. Nei, það var bara ég skil. Bréf. Hún var ekkert sérstaklega góð í þessu. Nei. En já, og einmitt, það er aldrei staðfest hvað hún sagði og hvort að það sem hún sagði hafi verið rétt, hvort að hún hafi verið að falsa einhverju upplýsingar til Þýskalands, I don't know. En á sama tíma að þá sendir Kalle til Berlínar hvað H21 sagði honum. Sem sagt H21 nafni sem henni var gefið áður. Þannig að Kalli er tvöfaldi njósnari. Nei, hann er bara að segja, þú veist, út í að hún var náttúrulega ráðin sem njósnari af Þýskalandi áður. Já, ég veit það, en ég held hún væri að segja þessar upplýsingar. Já, hún sagði Kalle upplýsingar og Kalle setti það áfram. Já. Setti til Berlínar. Til Berlínar, en hún sendi upplýsingarnar aftur til Frakklands. Já. Já. Og hann sem sagt vill líka fá upplýsingar á því hvernig hann færa því að borginni. Þetta skeyti kemst í hendur á Frökkum og þeir átta sig á því að H21 geti aðeins verið Margaríta. Ekki er vita í dag hvort að Þjóðverjarnir hafi gert þetta viljandi að nefna hana sem þýska njósnara þannig að Frakkarnir myndu taka hann úr leiknum. Sumir sakfræðingar trúa því að hún hafi verið gagnnjósnari fyrir Þjóðverjana gegn Frökkunum. Saman hvað gerist í raun og veru að þá var hún handtekinn af franska hernum 13. febrúar 1970. Hún var yfirheyrð trekk í trekk og á endanum þá játar hún að hún hafi tekið við greiðslu frá þýska hermanni Kramer til að njósna fyrir Þjóðverjana. En hún segir að hún ætlaði aldrei að gera það og notfæri sér þá til að fá auðveldan pening.
það að hún hafi fengið pening frá þýskum hermanni í staðin fyrir kynlíf, þess að annar þýskur hermaður, var túlkað sem að hún hafi fengið greiðslu fyrir njósnir. Sem að það eru 2 dæmi að það sem hún fekk greiðslu frá þýskum hermanni. Ég skil. Það að hún hafi fengið reglulega greiðslu frá hollenskum barón var líka túlkað sem að það hafi komið beint frá þýsku njósnamaskinni. Þannig já, það tók aðeins 45 mínútur fyrir franska herdómstólinn að ákveða dóminn. Hún var sek. 15. október 1917 var hún síðan dregin út snemma á morgni yfir í Vincennes höllina þar sem henni var stillt upp fyrir framan okkar skyttur. Samkvæmt einni heimild að þá á hún hafa blásið til þeirra kossi og blikkað á. Líklegra það að hún hafi ekki borið sig svona. Hún neitaði að vera með bundi fyrir augun og vera bundin hendunar. Hún stóð gegn böðlum sínum með reisn og dó leið og var hleypt af byssunum. Maður spyr sig af hverju hún var uppmálið sem djöfull og illur njósnamestari. Frakkarnir voru nefnilega að missa tökin á víglunni á þessum tíma í stríðinu og það vantaði blóraböggla fyrir hversu illa þeim gekk. Hún var ekki svo eina sem lenti í þessu en hún svo sannarlega svo frægasta. Já. Og þó svo að það ekki allir sem mun eftir nafninu Mata Hari í dag á Íslandi, að þá var hún innblástu fyrir mjög mörg hlutverk í kvikmyndum í gegnum tíðina. Allt frá gagnnjósnurum í James Bond yfir í Red Sparrow með Jennifer Lawrence. Burtsér frá auðvitað raunveruleikin af Mata Hari hafi verið, þá hefur í rauninni góðsögnin af Mata Hari femme fatale svona tekið sitt eigið pláss. Já. Þannig að einmitt, raunveruleikin endurspeglingar ekki endilega hvernig við þekkjum manneskjuna. Nei. En já, að mínum þá var hún njósnar fyrir frakkana og bara stóð sér fyrir eitthvað ítleði. Já. Og hún var bara heppilegur blóraböggull fyrir frakkana. Já, og heppilegt líka meira að það sé kona. Já, nefnilega. Þannig að já, því miður þá endaði yfir hennar svona leiðilega. Já. En já, þetta Þátturinn í dag. Takk fyrir að hlusta. Já, takk fyrir að hlusta og ég bara vona þegar við notið þess. Já, og við heyrumst. Já, og einmitt, við hefum ekki sett í langa tíma en endilega ef þið hafið einhverjar ábendingar eða vilja að við tökum fyrir eitthvað, bara endilega sendið á okkur sjökastið@gmail.com eða á Instagram. Já. Já, takk fyrir hlusti. Bye.